Já, góðu þinggestir, gaman að vera hérna hjá ykkur. Þegar ég var beðinn að vera með erindi og þá var ég að velta fyrir mig hvað ætti að vera svona titillinn á erindinu og ég hugsaði á jaðrinum væri svona ágætis titill. Vegna þess að virkar samgöngur í mínum huga samgöngur sem á jaðrinum. Þá fer maður að hugsa hvað einkennir jaðarinn. Jú, það sem einkennir jaðarinn yfirleitt að það óvissa og það ákveðin áhætta. Það ákveðin áhætta að fara á jaðarinn. Og sumir segja, ég hef ekki reynslu af því, að það sé bara lífsháski að hjóla landið og vegna þess að þú ert alltaf á jaðrinum og þú ert eiginlega á einhverju litlir mön til þess að sem þú höfðu til staðar. Þannig að mér fannst þetta tilhlýðilegt að segja á jaðrinum og svo eins og framtíðarfræðing segir, þá erum við að tala yfirleitt ekki bara framtíð, heldur framtíðir í fleirtölu. Það segir okkur það að öll hönnun og allt skipulag verður að taka mið af ólíkum framtíðum. Þannig að mjög líklega samgöngur í framtíðinni alls konar samgöngur. Og þannig að, eins og segir vegir liggja til allra átta. Nú, mér fannst mikið heiður að fá að tala hérna og takk fyrir það. Ég hélt lengi vel að ég væri að fá að tala hérna vegna þess að ég væri framtíðarfræðingur. Svo fór ég aðeins að velta fyrir mér, gæti nú verið eitthvað annað. Vegna þess að ég keyrði á traktor í 8 daga Vestfirði, fór svokallaða Vestfjarðaleið undir merkinu Vinur Ferguson og Vestfjarða. Vorum að safna fé fyrir barnaheill. Og þar kynntist ég heilmikið vegakerfinu á Vestfjörðum og þar sá ég heilmikið á hjólreiðamönnum fara upp alls konar brekkur og niðurbrekkur og svo framvegis. Þannig að ég var keyrandi á traktor, óvörðum mörguleyti. Þetta var sem sagt traktor 63 módelið, Massey Ferguson og var að mæta mikið af fólki sem var líka af jaðarfólk, getur sagt það sem svo. Og þannig að ég fór að velta fyrir mig, skyldi einhver hjá Samgöngustofu hafa vita af þessu ferðalagi. En það svo annað mál. En nútíðin oft sagt að nútíðin þunguð af framtíðinni og það sem við erum að gera í dag að við erum að taka ákvörðun hvernig framtíðin mun líta út í dag. Borgarlínan gott dæmi það, við hafum búið að taka ákvörðun hvernig hún á að vera og við erum að vinna að henni og það ákveðin framtíð. Nota bene það bara spurningum, Borgarlínan að fara í þá átt sem framtíðin mun bjóð upp á? Ég veit ekki, það erfitt að svara það. Ég vona til dæmis að þeir sem skipuleggja Borgarlínu hafi til dæmis velt sér alls konar framtíðum og alls konar farartækjum annað þess háttar. Nú það framtíðarfræðin, hún lítur oft til fortíðar vegna þess að í fortíðinni oft svona merkjum það sem koma skal í framtíðinni. Þannig við þurfum að skoða fortíðina og það mjög áhugavert að skoða hvað fortíðin hefur að vera að segja okkur hingað til hvernig framtíðin mun líta út. Nú við þurfum að skoða líka hvað við erum að gera í dag og síðan ekki síst við þurfum að huga að framtíðarkröftum, áskorunum, drifkröftum sem erum að móta og hanna það sem við þurfum að gera. Ég get ekki annað en að tala aðeins svona framtíðin í almennum hugtökum þegar fyrst að ég komin hingað og ég ætla aðeins kannski benda á það að það svona ákveðin hluti sem einkenna framtíðina. Svo, framtíðin, hún geymist ekki, hún engin hilluvara, þú getur ekki sagt, ég ætla að skoða þetta bara einhvern veginn seinna, vegna þess að við erum alltaf á hreyfingu og hún gefur okkur tækifærin koma til okkar vegna þess að við erum farin í framtíðina. En hún hefur ákveðna ógn
ef við til dæmis misskiljum hana, höfum ekki gert okkar heimavinnu eða bara láta hana eiga sig, vegna þess að ekki trufla mig með breytingar og hugmyndum alls konar hluti, vegna þess að ég bara að vinna þessu verkefni í dag. Ekki rugga og mikið það sem við erum að fást við. Nú, við kannist við þennan gaur, Elon Musk, flest ykkar allavega. Hann framtíðarfræðingur? Í sjálfu sér hann ekki framtíðarfræðingur í mínum huga. Hann hefur svar einstaklingur sem hefur ástríðu til þess að gera ákveðna hluti, sér framtíðina eins og hann vill sjá hana og að vinna stöðugt að því, og hann á bara hrós skilið fyrir það. Og nota bene, allt sem Elon Musk gerir, hvort sem það rafbíll eða jarðgöng eða geimskutlur eða eitthvað þess áttar, þá það allt sem hann gerir í rauninni að vinna að lokamarkmiði hans. Og lokamarkmiði hans, hvað það? Jú, búseta á Mars. Þannig að það hans ástríða. Hann gengur ekki kannski inn í fyrirtæki, stofnanir og aðalega eins og við sem teljum svona alvöru framtíðarfræðingar, og aðstöðum stofnanir, fyrirtæki og aðalega við að takast á við breytingar og krafta sem ræða. Þannig að við erum að hjálpa fyrirtækjum til þess að móta og skapa það væntingar og framtíðina sem þau telja æskilegt. En nota benið, eins og ég sagði áðan, fortíðin gefur okkur oft merki hvernig framtíðin mun líta út. Og margt af því sem sagt í fortíðinni, hefur teknað upp í fortíðinni, vel að gerast í dag. Og það skemmtilegt til dæmis bara viðtal við Arthur Clarke 1964, þar sem hann fjallar akkurat þær breytingar sem við erum að fást við í dag og erum bara steinhissa hvað þessar breytingar eru örar. Þannig að sumir segja að vísindaskaldskapur sé ekki lengur vísindaskaldskapur, heldur helst bara vísindi, og þau verða að taka því þannig. Nú, við, eins og ég segi, við viljum læra af fortíðinni, njóta nútíðina og höfum síðan ástríðu fyrir framtíðinni. Og ég var svona ákvað að vera svo Elon Musk og hugsaði betur, hvernig vil ég hafa samgöngur á árið 2050? Og ég setti þetta niður, árið 2050 verður umferðin sjálfbær, snurðulaus, á 25 km hraða í alls konar farartækjum. Verða ekki aldrei sniðugt? Snurðulaust, örugt, sjálfbært, og okkur liggur ekkert svo mikið á, en þess að við getum hugsanlega unnið með að vera að ferðast, við getum hugsanlega gert alls konar hluti, við getum, þegar við erum farið með fjölskyldu okkar, þá getum við notið þess að leika með börnin og annað þvíumlegt frá einu stað til annars. Og þessi myndir líklega teiknuð 1930, þar sem fjölskyldan að fara snurðulaust götur einhvers borgar og bara að njóta, væntanlega ekki að 100 km hraði, heldur bara hægum hraða. Þannig með fortíðin að á sínu tíma, ég held að þessi bara kringum 1930-40, ég ekki alveg með það klárt, að þá var rafbílar fleiri en bensínbílar í Bandaríkjunum. En svo var bara olían svo ódýr, sem gera það verkum að olíubíllinn eða sprengivélin, hún fór fram úr. Þannig að þessi tækni hefur alltaf verið til staðar. Þannig að það sem veldur breytingum ekki bara tæknilegu hlutin, heldur líka það umhverfi sem að ræða. Og svo eru auðvitað fullt af líka snillingum og áhrifavaldum fyrrum tíða sem eru svona hvetjandi fyrir svona sköpun á því hvað við höfum verið að gera og hvað við munum gera í framtíðinni. Við veitum ekki, það líklega ekki mörg eitthvað sem hafa lesið tekniblöðun Tom Swift, en hann verulega áhrifavaldur. Þessi blöð komu út upp úr 1900. Fyrsta blaðið held ég 1910.
Þannig að þarna voru verið að teikna alls konar lausnir sem voru þetta vísindaskálskapur á þeim tíma en raunverulega til staðar í dag. Og við þekkjum öll Leonardo da Vinci sem hefur þetta teiknaði hluti sem engu datt í hug að væri hægt að gera á sínu tíma og svo framvegis. Nú, það sem við vinnum með ákveðin straumar og það sem enginn okkar ákveðin hátt. Og hérna eru svona nokkur stikkorð það. Nýsköpun okkar raunverulega þarf að vera einhver upplifun. Við erum ekki að uppfylla að mikið tala að fara frá einu stað til annars, en nota bene, við viljum fara frá einu stað til annars með ákveðin upplifun, hvort sem það sé að auka heilbrigði okkar eða við höfum gaman að því og svo framvegis. Sjálfvirkni, snjallar lausnir. Ég nokkuð viss það að framtíð samgangna mun taka óheyrilegum breytingum næstu 10 árin. Næstu 20 árin verða raunverulega bara allt aðra en þeir í dag. Næstu 30 árin gjörsamlega breytt. Og erum við að taka tillit til þess í þeim gögnum sem við erum að fást við í dag? Ég veit ekki, ég kann ekki að meta af þess að ég hefur ekki lagt mig í sauma við það. Nú, síðan þessi drifkraftar köllum sem hafa áhrif á hvaða lausnir og hvers konar framtíð við sjáum í spilunum. Og þessi kraftar geta verið til dæmis áhrif loftslagsbreytinga, það geta verið áherslu á lýðheilsusþróun eða heilbrigði, geymslutækni orku og flutning á orku sem dæmi, breytt vinnumynstur, þéttbýlismyndun og annað þvílíkt og sjálfvirkni og slíkt. Þetta eru hluti svona krafta sem mér datt í huga gæti haft svona áhrif á samgöngur almennt og þá ekki síst virkar samgöngur, vegna þess að ég held að ég bara hugsa til þess að hjól á sínu tíma, ekki fyrir mjög lengur síðan, var bara hjól. Í dag ekki hjól bara hjól. Það eru ógrynni af hjólum til þess að gera ógrynni hluti og þetta mun bara aukast. Síðan eru fyrirgefa, ég ætla að bregða þessari mynd hérna, þetta svo kallað svona framtíðartrekt. Hún hérna óflókin, ég vantarlega þið fáið þessar glærur og allt það, vantarlega, en þessi trektir og segja okkur það að við framtíðin beri skauti sér eitthvað sem getur verið óvænt, eitthvað sem getur verið æskilegt og annað sem er líklegt og annað þess og þar. Þetta eru hluti sem við erum að kortleggja til þess að skoða hvað við eigum að gera til framtíðar. Og nota bene, það eru Brettar dálítið duglegir að nota þessa aðferðafræði sem við höfum verið að styðjast við og koma á framfæri hérna. Þetta úr skýrslu, bara dagnir á þessa skýrslu og það eru fullt af öðrum skýrslum, en þessi skýrsla nota þessa aðferðafræði sem ég hef verið að nefna hérna. Síðan í skýrslunni tekið þættir sem eru nokkur ákveðin óvissa, mikil óvissa og lítil óvissa og síðan ákveðin atriði sem eru þekkt og óþekkt. Og út úr þessu koma svona hægt að raða þessum drifkröftum og móta svokallaðar sviðsmyndir og síðan hægt að gera aðgerðaplan í tengslu við það. Þannig að það gefur valkosti til stefnumótunar. Og nú þetta dálítið þreytt, ég veit það, en það bara svona. Þetta bara mynd til þess að segja okkur frá því að þarna eru birtar myndir frá hvernig ólíka framtíðir verða og hvernig það munu breytast frá einu tíma til annars, sem dæmi. Nú, hvað svo við ystu sjónarönd? Það erfitt að segja til það og upphafi veit enginn í sjálfu sér og hefur kannski enginn áhuga á því, heldur vita hvað hann til staðar. Það þetta ég eins og allir aðrir, maður googlar og sér fallega myndir og lausnir á þess og þar og það eru ólíkustu tæki og tól frumgerðir af þeim til staðar í dag sem verða hjá okkur í náinni framtíð. Þannig að það er mikið að gerast og mikið gerjun á sér stað þarna
og það sem mun kannski breyta landslaginu í þessu eins og öllu öðru svokölluð gervigreind, supergervigreind eða svona verulega mikil gervigreind, ég er búinn að missa orðið hvað það heitir, en það hluti sem mun hafa óheyrilega mikil áhrif á bæði hvernig við notum nema til þess að fylgjast með umferð og annað þess háttar. Og svo hérna bara svona dæmi það eins og fram hefur komið kannski hérna að götur og samgöngur mannvirki munu breytast óheyrilega mikið. En það getur vel verið að við lendum kannski í þessu líka. Við erum bara snurðulaus, förum hægt og sígandi götur, en hjólið vinnur á bara, þetta einfalda hjól. Kannski það framtíðin. Þannig við bara förum og ganga aftur og hjóla. Nú, ég svona aðeins þess að undirstrika þennan þáttu gervigreindarinnar og áhrif hennar, hún mun gjörbreyta þessu. Við þurfum að hugsa samgöngu núna út frá snjöllum lausnum. Ég hef grun að það sé ekki gert. Ég hef grun það. Ég keyri notabene, ég hjóla, ég geng, ég fer á hestbaki og ég fer á traktor. Það líklega hluta af þessu, mörgu af þessu svona, það sem við kalla virka samgöngur. Óheyrilega mikil breyting verður á þessu og þegar maður keyra og fer yfir gangstíga þar sem hjólreiðamenn eru, maður bara krossa sig stundum. Það eitthvað sem þarf að og laga betur þar og gervigreindi mun gera heilmikið þar. Síðan óheyrilega mikil þróun í alls konar öryggisbúnaði fyrir virkar samgöngur sem ég held að verður mun meira. Það var nefnt hérna áður hjóla, loftpúða og þess háttar. Þeir ekki bara í hjólum, þeir komin fyrir reiðmenn og þeir verða líka örugglega komnir fyrir fólk sem á rafskutlum eða rafhjólum eða hverju sem dæmi eða eitthvað annað. Við hjá Framtíðarsetrinu, við gefum út svona einstakarsinnum svona fyrir ákveðna aðila svona þá kraft sem þarf að taka tillit til við gerð ákveðna hluti, við nýsköpun og þróun á nýjungum og þess háttar og endilega bara skoði heimasíður okkar, það er framtíðarsetur.is. Við eigum dálítið erfiðleika með framtíðarfræðingar í að ná eyrum fólks, mörgum hverjum. Við innleitum sviðsmyndagreiningu hérna á sínu tíma og náðum árangur þar. Nú þekki allir sviðsmyndir og allir tala sviðsmyndir. En framtíðarfræðin miklu meira en það. Hún ekki að skoða kristallkúlur. Hún að raunverulega greina alveg á sama hátt og greina fortíðina, þá getur þú greint framtíðina. Þannig að að gera að horfa til framtíðar og strax að byrja að móta hana með réttum aðferðum og tækjum. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, en ef ég fæ enga spurningar, ég vonum að fá einhverja spurningar, þá segi ég líka bara góða helgi. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Karl. Einhverjar spurningar úr sal? Sæunn heiti ég og kem frá samgöngufyrirtækinu Hopp. Ég ekki leikjafyrirtæki, þetta samgöngufyrirtæki. Mér langar svo að spyrja þig, ég er búin að vera að hugsa allan tíma sem þú talaðir, af því að þú talar, hvort þú getur þá gefið okkur ráð, að þú vonandi sérðu eitthvað aðeins frá mér framtíðina. Að það sem ég svo miklu áhyggjur af rafskútan sem bleiki fíllinn þinni og búin að vera í allan dag, sem svo frábært að loksins haldið þingum hana og það eru komin drög einhverjum tillögum sem heldur ekki alveg búið að ræða nóg mikið. Erum við að taka, nú segirðu snjöllaust, rafskútan snjöllaust. Við erum að fara með 40.000 virka notendur á mánuði bara Hopp. Ég fer ennþá 9.000 ferðir á dag, 6-7.000 manns að fara þessar ferðir. Þetta snjöllaust. Erum við að taka hana nógu mikið inn í umræðina? Og líka bara, ok, þetta var einspurning, erum við að taka hana nógu mikið í umræðina upp á plássið
að því að nú þurfum við auðvitað að leggja henni betur og við þurfum að skoða allt í kringu það. En varðandi nú vitum við að það koma fleiri faratæki, þú veist að koma útgáfur af rafskútum, alls konar, litli bílar, þríhjóla, svona, við sitjum í svona þríhjóli með svona hjálm og þú veist, litli gólfbílar. Erum við að fara að deila hjólastígunum? Erum við að fara að búa til þrefalt kerfi eftir 10 ár að fara að búa til stíga fyrir örflæðið? Að því að bara tala um hjólastíga og svo tala um bílana og við erum bara að læra á bílunum. Hvað næst? Erum við ekki svolítið að gleyma okkur að tala um framtíðina á þessu þingi og bara svona almennt? Já, ég held að svari sig þannig að ég held að við erum að tala um núna virkar samgöngur og ég var að segja að þetta væri svona dálítið jaðarsamgöngur. Við þurfum að færa þetta úr jaðrinum inn í megin hugsunina. Þannig að þegar við erum að hugsa að búa til vegi, þá erum við ekki bara að hugsa að búa til vegi, við erum að hugsa að búa til heildræn lausn samgangna og þá taka það tillit til þess. Og það er auðvitað verið að vinna í þessum örugglega og ég kannski tala af einhverju ekki fullu vitneskju en ég hef samt sem áður svona tilfinningunni að það sé ekki verið að gera þessa hluti. En þess að ég bara upplifði það sem bara til dæmis upp í Mosfellsbæ þá ég að ríða út og það hérna reiðleiðinni hér, hjólreiðinni hér. Halló. Það hefur enginn þá talað við reiðmann hvað á að vera milli hérna reiðmanns og hjólra eða eitthvað þess að þar. Þannig ég held að við höfum að taka þetta frá jaðrinum yfir í vera við einn af meginþáttunum vegna þess að við erum að fara að skilja við bílinn eins og hann er. Við erum bara að fara að hætta þessu að einhverju leyti. Þannig að þetta verður við sjálfkerrandi og öll flutningur annað þvílíkt. Ég vonandi svara einhverju. Ekki helsti gallinn við framtíðina, hún svo spennandi að okkur finnst svo gaman að byggja eitthvað nýtt og gera eitthvað nýtt að við gleymum svolítið viðhaldinu og þjónustunni. Gleymum þjónustunni? Já, á því sem fyrir. Á þessu gaman. Já. Ég held að við séum bara alltaf að lifa í samfélagi þar sem við erum að endurgera alla skapaða hluti. Og við getum ekkert sagt að nú þetta bara gott eða svona, nú þurfum bara að styðja við það sem við höfum. Við þurfum að taka þær breytingar sem framkoma og móta þær og lagfæra. Jú, við erum að gera fullt af góðum hlutum og margt af því sem við erum að höfum frábært en það ekki þar með sagt að við getum sagt hér og nú. Pavel heiti ég, takk fyrir fróðlegt erindi. Mér langar þess að staldra við þessar snjöllpælingar vegna þess að ég held að þurfum líka þess að vera meðvituð það hvað það sem við viljum fá út úr tækninni. Og ef ég kannski tek tilbaka 100 og eitthvað ár þegar bíllinn var fundinn upp, þá fannst mér að fólk hafi farið svolítið á sjálfstýringu. Og ég held að við megum ekki gera það sama. Fólk bjóð til samt bíl og þá hugsa við þurfum bíl hérna, hann þarf að komast þannig að við þurfum að breyta götunum eins og það voru til þessi pláss fyrir þessa nýju tækni. Svo var fólk einhvern veginn að labba í veg fyrir bílinn, við þurfum að setja lög sem banna fólki að labba í veg fyrir bíla, setja upp svona ljós með svona systemi þannig að það verið bannað fyrir gangandi að fara í veg fyrir bílinn svo þeir komist Svo gat fólki lagt, þannig að það þurfti að setja reglur hvað ætti vera mikið bílastæðum fyrir þessa nýju tækni og allar borgir umhverfist í kringum tæknina og kannski var niðurstaðan svo vildum, en kannski einhver tilfelli þá snýrist niðurstaðan að rýma fyrir tækni frekar en öfugt. Það sem ég hræddur var til snjalltæknina, ef við verðum á sömu sjálfstýringu, að það verða þá sjálfgerandi bílar sem fara leggja niður ljósin, svo kannski labbar einhver fyrir bíl. Og þá segir ég, við þurfum að búa til eitthvað app svo í símanum sem alltaf kveikt á, til þess að bíllinn viti hvernig gangandi vegfarendur að koma. Og þú var ekki tryggingabætur með það app. Og smám saman þá verðum við einhvern veginn látum allt snúast í kringum það að þessi nýja tækni verði sem auðveldust, en ekki bara að við spurjum hvernig borgar hvað viljum við búa. Þannig ég leið og að sjálfsögum að taka fagnandi þessari nýju tækni sem að koma, þá þurfum við samt að spurja hvernig viljum við að borgar verði, en ekki bara hvernig getum við breytt öllum lögum og reglugerðum til þess að verða einfaldara að gera á
sjálfgerandi rafl. Ég bara get tekið undir það. Þetta snýst þetta allt að auka lífsgæði. Ég meina, til hvers værum við hérna til dæmis eða við værum ekki að fjalla lífsgæði. Lífsgæði er grundvallaratriði. Við erum að vinna að því að bæta lífsgæði og velferð. Þannig að það er bara lykilpunkturinn. Ég held hins vegar eins og sem er bara mannlegt, við erum einhverjum að tala með þetta hérna, innviðri hérna, þeir eru mótaðir af því sem við erum alin upp við. Við erum alin upp við bifreiðar, við erum alin upp við gatnagerð, við förum inn í nám þar sem við erum að lærum gatnagerð og annað þess háttar og við vitum hvernig hún hefur verið en við spáum ekki nógu mikið í hvernig hún gæti verið til þess að auka lífsgæði. Og hvort sem það er snertitækni eða gervigreind eða eitthvað hvað sem við nefnum þetta eða eitthvað öryggi, þá verðum við að móta þessa hluti í tengslu við það að auka velferð og lífsgæði almennt.